Takk fyrir. Það heyrist. Það eru. Ég var svolítið stressaður áður en ég kom inn upp, en ég held ég við unni fyrir svona 70%, þetta er mikið þægilegt. Það eru ein spurning, er ég búin að taka eftir hvað sendir í loftinu? Einhverjir sem að kíktu, eru búin að kíkja hendur á loft? Ok, sem ekki með sömu áhugamál. Það er smá sögustund. Það er 2. júlí 2020. Kona mín á planaðan keisara. Við varum að fara að sækja örverpið okkar, þennan snartrillta. Svo finnst kannski eðlilegt í svona aðstæðum að maður sefur ekki mikið þegar maður er með plana á morgunum að fara að sækja barnið. Já, ok. Anywho, við förum niður eftir að tekja mót okkur, fara með okkur upp á deild, inn á herbyggi. Hérna verðið þið og síðan sest ég niður og er svolítið þögull og kona mín er eitthvað að reyna að tala um mig og er eitthvað að? Nei, veistu, sérðu hvað við erum heppin? Við erum með 28,02 sendi inn í herbyggin okkar. Og henni var ekki mjög skemmt. En já, ég pæli svolítið í þessu. Ég er Hörður Jónsson, permabannaður Pokémon Go fyrir að GPS-búfa. Ég reyndi að senda post út og fá því afturkallað en það gekk ekki. Ég er ekki fyrstur á blaðið að vera að kjósa trivial-pursuit. Skal við ekki ná það hér um. Ég keyri ekki beinskeytta bíla, leiðtogi þráðlausa netlausna og sensa, 11 ár sem er það bil þriðjungur af ævinni og ég er nokkuð flinkur á Wi-Fi. Eins og þróunin hefur verið undanfarið og þá er þetta þannig að við erum farin að sjá vélarnar. Þær verða þynnri og þynnri. Það er verið að taka Ethernet-portið í burtu. Og hvað þýðir það fyrir okkur sem að við þolum ekki þess að dongla þarna? Wi-Fi sem primary tenging. Er það hægt? Já, það er hægt. Kostirnir við þetta er það. Við erum farin að spara í lögnunum. Við erum að spara í Swissportunum. Flest alla nýbyggingar reikna með því að Wi-Fi verði primary tenging fyrir endanótnir. En það eru nokkur atriði sem þarf að hafa í huga. Og þau allra mikilvægastu eru staðsetningarnar, fjöldi senda og konfigið á búnaðinum. Við ætlum að reyna að hafa sendin eins nálægt notendunum og við getum. Gömlu pælingarnar voru alltaf þessar. Við þrjusum bara nokkur sendum meðfram ganginum og þetta dekka bara þessi herbyggið ekki. Jú. En við erum komin úr því. Við erum farin að færa sendana inn á herbyggin eins nálægt endanótt af mögulega komst upp með. Það er sökmaður. Við ætlum ekki að klæða loftið með, þetta er ekki nýja loftabannar hjá okkur. Markmið okkar er að gera litlar og gæða mikla Wi-Fi-sellur. Og við viljum hafa sendana það þétta að ef við missum einn út, að þá geta hinir sendarnir skrúað upp power levelið og dekka coverage hole sem kemur til með að myndast. Fjöldi SSL-ja. Maður sér mikið það er búið til SSL bara fyrir aðra tækjum sem endar samt alltaf á sama neti. En markmið okkar ætti alltaf að vera það, að vera aldrei með meira en 3 sitt í loftinu. Við erum með staffasettið sem er vanlega auðkennt með .NET og bak við það er einhvers konar NAC og síðan erum við bara með dynamic VLAN úthlutun út frá
hver þú ert. IoT fyrir öll yndislegu IoT-tækin og sama þar nakk bakvið eða einhvers konar MPSK og dynamic wheel útlitun. Og ég mæli eindregið með þessu gestanetti ykkar opið að losa svo mikinn hausverk. Þetta bara plain, simple virkar. Ekki nema, ef það í boði hjá ykkur. Það eru allir hættir að parkera fyrir utan hús til að stelast í Wi-Fi. Það 2025, það allir hættir þessu. Við erum með nóg gagnamagn í símanum okkar, spáir enginn í þessu lengur. Það sem ég mæli með, og öryggið tökum þetta bara á vílanni, beint út á eldvegg. Þetta öruggt, það virkar. Síðan það blessuð IoT-tækin. Við erum farin að sjá mikið sérstaklega fjarfundabúnaði og kaupa hennar stóra, flotta skjá og einhverja svaka lausn. Síðan þau að broadcasta sínu eigin seti og þau eru það kræð. Fyrst ég byrjaði að sjá þetta voru alltaf á 2.4 bandinu. Í dag eru við farin að sjá þau á 5 GHz bandinu og þau eru farin að böndla saman 4 rásum. Það er búið að taka risastóran chunk af 5 GHz bandinu sem að fara í þetta. Sem að þýðir hvað? Að það eru fleiri SSID sem klæðingar þurfa að vinna úr. Klæðingar þurfa að vinna úr hverju einasta SSID sem við heyra. Interference. Það er búið að overkráta 5 GHz bandi að þetta er bara að hafa áhrif á þráðlausa og sendarnir sem við erum með, ef við erum með enterprise búnað, þeir eru með mekanisma í sér sem konstantly að skanna umhverfið í kringu sig og ef þetta krátið þarna þá forðast þeir, sem þýðir það að sendarnir eru farin að fara á sömu channel og þetta bara, þetta clusterfuck, þannig að reynum að forðast þetta og ef við getum slökkum á sitturum á þessu út eða í flest öllum tilvikum sem að ég hef komið að þá ekki svona verið að nota þetta. Og síðan það power level á sendurum og við finnst líkingin við tónleikana alltaf skemmtilegust sem þá svo að geta ímyndað ykkur. Við erum út í sal og við erum að hlusta upp á söngarinn okkar í nælon einhver svoleiðis og það við erum að öskra bara eina borða, allir frábær. Þau heyra ekkert í okkur upp á sviði. Þau aftur á móti í mækunum, öskrandi, við heyrum vel í þeim. Sem að væri eðlilegast að gera væri að stelast baksviðs til að ná sambandi við eina borða á nælon og svo getum átt bara venjuleg samskipti og það gerum við með því að reyna að vera með sendana á cirka 14-16 delfilum og svo sjáum flesti símar og spjaldir eru 14 og símarnir upp á 19. Síðan lenti ég einu mjög skemmtilega atviki var að vinna með andra vinnu mínum í Hörpu og við vorum með nokk þegar leiðtogárásina var og það var svæði fyrir fréttamennina sem þetta svæði hérna alveg aragrúa sendum og tókum eftir og það var þessi eini sendir sem að allir klæðingarnir voru að tengjast. Það voru 100 klæðingar þarna og byrja að kvarta á vesen. Og þegar við kíktum betur á þetta, þá var að hann var að keyra á 23 decibelum. Þannig að það þegar einn að öskra, þá eru klæðingar að fara að tengjast honum frekar en hinum. Þannig að við vorum að sjá klæðingar sem voru staðsettir miklu nær öðrum sendum sem tengdust frekar honum. Þannig að við skrúum powerlevel niður á honum og við það náðum að load-balansera betur hvernig klæðingarnir voru að tengjast inn á sendana. Síðan, þetta er allra mikilvægasta. En
það þýðir ekki að kaupa nýjan rándýran sendi og setja hann bara ofan á tölvuskápinn í herbyggju og síðan, hörður, hvað er það að selja okkur? Þetta er algjört drasl, þetta virkar ekki neitt. Við viljum hafa sendana í loftinu. Eins og við sjáum, ég sé mikið í nýbyggjum eins og þar sem að við erum ekki lengur með þetta gamla góða kerfisloft. Það er flott í dag að hafa þetta allt opið og búið að frauða þetta og allan aðskotan. Þá verðum við að notast við einhverjum svona lausnir þar sem við reynum að taka sendið niður fyrir allt járnadótið og við erum með clear line of sight. Hérna erum við með sérstakt bracket sem búið að skera inn í plötuna þannig að sendin er ekki alveg jafn áberandi lengur, þannig að fer aðeins svona upp undir plötuna en hefur ekki áhrif á virknina. En síðan var það eitt sem ég gleymdi taska mín hérna. Og því held ég, þarna er hún yfir þessu borðið. Við erum fæddir að arkitektar, eins og þið vitið, það var mikið um það að segja hvað sendar með að vera og hvað annað. Við getum keypt Orablo sokkabuksurnar, klætt sendin í þær og getum sett það svona upp og ég er ekki að fíflast. Þegar við erum konum með þetta svona þá erum við búin að losna við hvíta hlunkinn úr loftinu, við getum verið með svartan sendi og arkitektinn er ánægður með þetta. Orablo trykkið, það svínu virkar. En síðan er pressað Wi-Fi, það getur verið svolítið blóra böggull í þessu. En það sem að undanfarin svona 2-3 ár, þá hefur bara það að fara beint inn á síðu og byrgja, Intel og þeim og ná þangað í nýjasta dræverinn, það lagar anskoti mörg vandamál. Og þetta er doppelun report sem ég fekk í síðasta mánuði á vél sem var í vandræðum og ég byrja að skoða, ok, það er 2025, hann er með dræver frá 2019, bara það að uppfæra, sækja niður drævera, það lagar oft mörg vandamál. Það er Wi-Fi 7, hafið eitthvað heyrt um það? Það er Wi-Fi 7, það er hraði, það er, sjáu þetta, þetta er sem ég tók frá byrgjurum okkar, Cisco segir hraði allt að 18 gígum, 40, 11,5, síðan þurfum við aðeins að koma niður á jörðina aftur, Wi-Fi 7 er ekki 6 gígar eða mandatory, en hraðinn sem er talað er 6 gígar eða dependent. Raunhæft í skrifstofuumhverfinu er gíg til 1,5, ég held að við sjáum ekki mikið meira það. Við erum mjög snemma í Wi-Fi 7 kurfunni, ég hef ekki séð ennþá að Wi-Fi 7 taki tengt og við erum fyrst að sjá núna svona það bil 60% 6 GHz capable sem er Wi-Fi 6E á svona á staffanetum. En þetta tæknin það sem aðal í Wi-Fi 7, það er multilink operationið sem að raun þýðir bara það að við ætlum að fara að taka öll böndin 2, 4, 5 og 6 og senda simultaneously gögn yfir allt. Við erum komin í 320 MHz rásir en
Við í Evrópu við fáum töluvert færri rásir á tíðni heldur með Bandaríkin. Þannig að þetta gengur ekki, 320. 160 gengur raun og veru heldur ekki. Raunhæft 80 MHz rásir, það er verið að virka fínt og þá erum við að sjá speedtest yfir gig. Ég er frekar skeptiskur og hef verið á Wi-Fi 7. Mér finnst að vera meira marketing hype í kringum þetta. En það er mjög mikilvægt að á bak við sendin þá erum við með gott að hafa mGig, UPOI, 10 gigabit sviss, internetengin ef við ætlum að fá hana svaka hraða. Síðan það CAT-stúlurnar sem við leggjum að sendurum og það þarf að hafa það í huga ef maður er að skipta út gömlum infrastruktúru yfir í nýjan. CAT 5 og 5E, 100 metrar og við erum að ná gigi-is upp í 5. Það er ekki fyrir en CAT 6A, kaplarnir ætti að vera safe upp á 100 metrana og ná 10 gigum í gegn. Þetta er oft eitthvað sem maður gleymir, Því er ekki fyrir okkur að kaupa dýrust og flottustu sendana og ætlast til að fá svaka hraða ef að við erum ekki með infrastruktúrum bakvið í lagi. Síðan er Wi-Fi 8 að koma 2028 og það eru 100 gig upp og niður, hvorki meira né minna. Þetta er vel raunhæft, eða ekki? Það er mjög hröð þróun í þráðlausum netum hefur verið. Wi-Fi 6 kom fyrir 2019, Wi-Fi 6E fyrir 2 árum, Wi-Fi 7 núna, Wi-Fi 8, Wi-Fi 9 og 10. Þetta er spennandi. En fyrir yfir í vendor specific. Ég er virkilega spenntur núna. Í nýju Wi-Fi 7 sendinum frá Cisco þá erum við komið með þessi loftnet. Við erum komið með innbyggð GPS, ultra wideband og dedicated scan fyrir allt IoT-dótið okkar. Minn disclaimer og les ég. Það er prinsippmál fyrir mér að pröfa hlutina áður en ég kynni þá. Þannig að ég filtera út alla froðu frá bylgja og gengi heiðarlega borðinu. Vegna tilvonandi flutningarsensa á milli hæða á Lynghálsi 4 þarf ég að gera undantekningu á því, þar sem ég hef ekki haft tími að setja upp nýju sendana sem við vorum að fá og Cisco Spaces. Og við setjum upp scenario. Ég veit ekki hvort ég kannast við þetta, en mér finnst ekki erfitt að biðja um hjálp eða að segja, ég skil ekki. En það er ekki fræðilegur möguleiki að ég fara að biðja um aðstoð í búð við að finna vöru. Og það er einhver stolt í mér og ég veit ekki hvað þetta er. Og stundum fæ ég frá konunni minni innkaupalista. Og daginn var ég negull. Hvað er andskotanum með negull? Ok. Getið ímyndað ykkur að við getum farið í matvörubúðina. Við getum tekið upp símann okkar, opna appi á þeirri búð. Ég geti slegið inn negull, ítt og enter og ég fæ mapp af búðinni sem að segja mér, þú labba bara hingað og búm, búm, búm og hérna er negullinn. Þetta er minn draumur. Á móti, í þessu scenariói, þá værum við með open roaming. Open roaming er í raun og veru það að þú tekur klæjantana af 4G/5G og þau fara inn á Wi-Fi hjá þér. Þetta væri eitthvað sem væri í appinu og fyrir ykkur sem hugsa löglega hliðina á þessu, þetta væri inn í disclaimerunum í appinu sem enginn les þarna.
upplýsingar sem búðin fara á móti, upplýsingar heita reit í búðinni. Hvar mest að stoppa? Hvar er fólk mest að stoppa? Hvernig kaupið henni á ákveðnum aldurshópum? Það náttúrulega rafrænt loggininu öll þessu opna. Og við getum komið með target auglýsingar. Og best fyrir IT-deildina við erum loksins, við erum farin að snerta öðrum budgetum, heldur en bara IT-budgetinu þetta. Ég veit það eru margir mjög ánægðir með þetta. Og svo það þetta. Þetta eru í Cisco Spaces og smart office hlutin á þessu. Pælingin svo og þú kemur inn í fyrirtækið. Mótið skjár, einhvers konar snertiskjár, þar sem þú getur séð allar hæðirnar í 3D. Þú getur ýtt á fundarherbyggi, þessi grænu, séð hvernig eru bókuð daginn. Þú getur í free seating og þá þetta að sjá, ok, þessi borð eru upptekin, hérna eru nokkur sem eru laus. Við getum fengið upplýsingar um loftgæði á hverjum stað fyrir sig. Og þú veist, við getum forðast ákveðna leiðilega fólki okkar sem við nennum ekki að hitta. Við getum ekkert með fundið út, já þau eru alltaf hérna, ok, við erum ekki að fara hingað. Síðan það náttúrulega stólka aðra, sko. Upplýsingar sem IT-deildin að fá þarna, sko. Ég mjög spenntur fyrir þessu. Mér þykir þetta ógeðslega cool að upplýsingarnar sem fær skrifstofuna sjálfa, hvernig notkunin á henni raun og veru. Mikið það að sé að fara að bóka fundarherbyggi en síðan ekki mættur á þau, svona ghost meeting. Og þetta að tækla það með þessu og þess háttar. Það var ekki meira frá mér. Takk.